Góðan daginn, ég ætla að taka fyrir hérna hugmynd í kóngsindiskuverð. Hugmynd sem ég ætla að fjalla yfir er sem sagt 50 leikur biskup G4 sem er mjög sjaldgæfur leikur en auðvitað hrókera langt flestir á svart. En biskup G4 er svona nýstarlega hugmynd sem hefur aðeins verið að sækja sér veðri undanförnu og það eru svona frumlegar og skemmtilegar hugmyndir en biskup Einar 2 er svona harðkjarna aðalínan fyrir hvítan. Ég ætla að byrja á kannski að fara yfir aðra leiki fyrst. En með biskup G4 þá eru náttúrulega leppa rittarinn á F3 og getum verið að fara að plana að leika rittari C6 og E5. Svartur gæti prófa að leika H3, tekið F3. Og ef drottning drifur F3 þá rittari C6, pressum á D4, segjum D5, þá fyrir rittarinn á D4 og rittarinn er mjög góðu þar, C5 og hérna væri hugmyndin eins og við sjáum með örvanum, hrókera, rittari D7, hrókur C8 og herja á C4 pið. Það er ekki svo auðvelt fyrir hvítan að valda það eftir að opnast fyrir biskupinn á G7 af því að hann hótar alltaf rittarinn á C3. Það er svona í grunninn hugmyndirnar. Það er mjög fáir að tefla svona hvítt sko. Hvað annað? Já, biskup E3, E5 og hrókering. Og við erum alveg til í að fórna peði hérna. Ja, þetta er nú reyndar engin peðsfórn hér. En við sjáum það í öðrum stöðum á eftir. Hérna ættum við til dæmis rittari drifur E4. Það má ekki dreif með drottningu, þá kemur hrókur E8. Þannig að já, rittarinn er mjög sterkur á D4 og leikar C5 næst. Getur bara F3 er betri möguleiki, betri valkostur. Rittari H5. Athyglisverður leikur. Við erum að plana að leika C5 og brjóta upp miðborð hvíts. Hvítur getur leikið F4 eða biskup Einar 3. Byrjum á biskup Einar 3, valdar D4 og kannski undirbúa biskup Einar 2. Rittari D7, undirbýr C5, F4, C5 og hér er svona athyglisverður hugmynd að drepa á C3 og leika drottning A5. Hótum á C3 og löngkrókum og hérna séu örvanum við ætlum að ráðast að miðborði hvíts með E6 og kannski rittari G7 og F5 og peðastæðan hjá hvítum er svolítið veik og eins er dálítið opið fyrir hvítakóngin. Það er svona athyglisverð staða. Ég ætla ekki að dvelja meira við þetta. Hvað annað? Drottning B3, hótar á B7, hrókering, góðuleikur, fórnum B7 piðum tíðanbundið. Nú segjum drottning Bjarni 3. Til að sýna hvernig svartur fær mótspil, E6. Það reynum að opna stöðuna með hugmyndum eins og rittari H5, drottning H4 og taka á D5. Og þetta lítur nokkuð vel út sko. Biskup Einar 2. Tökum við. Nú ef maður tekum með G-pið þá myndum við reyna að gera það sama áðan. Tekjum við biskup, E5 og þá erum við að fá juicy rate fyrir rittarinn okkar á C5 sko. Við sjáum að hér geti drottningin lent í vandræðum, hrókur B6 er hótun. D-drifur E5, rittari C5 sterkurleikur og já, hérna er bara hvíti kóngurinn mjög slæmur. Þetta er alltaf hættuleg staða fyrir hvítan eiga við. En eins og ég segi, þá eru allir sem leika biskup Einar 2 og biskup Einar 3 er reyndar þriðji valkosturinn, kannski aðeins að skoða hann. Þetta er C6 er athyglisvert í andastöðunar. Já, bara sína þessa stöðutypur hérna, þannig fórnum við peði. Og almennt er þetta talið ágætt á svartan að fórna peði með hugmyndum eins og rittari D7, hrókur A8 og rittari C5. En ég kem betur í þetta í mainlineinu sko, svipaða stöður.
eitthvað annað má ég sjá. Nei, þannig að við skulum bara vinda okkur í mainline biskup 1 og 2. Og hver ætla hugmyndin sé með biskup G4? Og hugmyndin að taka á F3. Þetta svona dálítið óvenjulegt stef hjá svörtum og síðan leikum við E5. Ég veit svartur alltaf búin að hrókera stutt að hann fyrir ykkur svona plön og það ekkert verið rosa vinsælt að skipta upp á hvítirdabiskupnum svona almennt í konsentísku vörn. Hér svona þess öðruvísi hugmyndir en oft áður. Nú D5 aðalínan en það ágætt að skoða eins hvað gerist til dæmis dróning B3 dróning C6 þá D4 reyturinn svolítið góðu fyrir okkur og hrókering og svartur með hörku mótspil hérna reyturinn á D4 sterkur og ætti að gefa okkur góð tækifæri sko. Drottningin hjá hvítum líka gæti lent í vandræðum. Það baka biskup D1 valda C2 reytin hrókering segjum hrókering á kemur A5 og þá hvítadrottningin að lent í vandræðum getur fara að leika C6 og þá drottningin engar reitt nú segjum drottning A6 reytar D7 bætum stöðu rittarans og rittari C6 og hér hugmyndin C6 og valda D5 reytin og rittararnir náttúrulega mjög sterkir erfitt fyrir hvítan að finna eitthvað plan hérna síns mér hvíti getur líka farið í endatöflið sem bara þægilegt á hvít á svartan fyrir ekki. Svona í grunninn í þessu endatöfli eins og sjá með örvanum að leika H5 og biskup H6 og ná uppskiptum á svart þetta biskup hvíts. Og þá verður hvítriti biskupin á F3 vandræðagripur hjá hvítum. Hérna komur nokkuð framöld biskup G5, C6 líkileikur, valda D5. Og þetta tefli sér nánast sjálft og H5 með hugmyndinni biskup H6. Alltaf aðalatrið hjá okkur í þessum línum að ná uppskiptum á svartrita biskunum hjá hvítum. Það gefur okkur gott mótspil af því að þegar hann farinn þá getur rittarinn okkar að fara að flakka á E6 og D4 til dæmis. Við skulum baka. Biskup 1-3 kemur svona svipaðan stað niður. H5 með hugmyndinni rittari D7 og biskup H6. Þannig að þetta alltaf eiginlega svona sömu hugmyndir. Mjög auðvelt að muna þetta. Nú, hér athyglisvert líka að leika rittari C6. En það ekkert að því í rauninni að tefla þetta svona með þess að bara sína með einhverju hugmyndu eins og rittari D7 og rittari C5. Það mjög vel teflanlegt sko. Tölvurnar með þetta til dæmis nokkuð jafnt bara. En það mjög mentað að leika rittari C6, D5 og rittari D4. Og það svona í anda konsentísku varnarinnar, finnst mér. Gefum peð, hrókering og hvítriti biskupin lélegi kallinn hjá hvítum. Og leiða við leikur rittari D7 þá voru svartriti biskupin eitthvað mjög sterkur. Og við erum með hugmyndir svo rittari C5 og rittari E5 eftir á. Við skulum kíkja aðeins nánar. Drottning F6 líkileikur. Sem sagt komið við fyrir að hvítu getur leikið til dæmis G3 og að laga biskupinn og eins á getur hvítur ekki leikið B4 af því að hún ger á C3 sko. Önnur hugmynd gæti verið A5 rittari C5. Drottning F6 hrókur A1 hrókur A8 hrókur F1 rittari C5 og við erum með góða virkni á svörturritunum og það erfitt fyrir
hvítan að nýta sér þessi piði yfir í rauninni og við fáum alltaf hörku spil sko. Ég myndi segja svartu væri alltaf með virt spil í þessu sko. Hugsanlega þetta tvöfaldar hrókan og E-línni, hrókur E7, hrókur A8. Hvíti getur ekki leikið B4 og þetta hangir á C3. Og þetta bara svona, já, gefur eins og möguleika. Svo getum við íhugað að leika H5 einhvern tíma setna, kongur H7, biskup H6 jafnvel. Eftir við tvöfaldar hrókana. D5 mainline. D5 H5 leikileikur hjá okkur. Við erum semst að tefla gegn biskupn og F3 sem hvítrita biskup og peðin hjá hvítum eru allir hérna á hvítum 1 þannig að þau blokka biskupin og við viljum leika biskup H6 ná uppskiptum á svartæta biskupinu, það er lykil hugmyndin. Ok, bara leikur fyrir leik, B4, A5 og þá erum við með counterplay, hvítur getur ekki leikið A5, A3 nú B3, það kannski undirbýr B4 með A3 A5, biskup B2 hvítur kemur í veg fyrir nám uppskiptum á svartæta biskupnum en við leikum samt biskup H6, komum við fyrir hrókur C1 til dæmis og oft hugmyndin hjá okkur bara leika kongur F8 og kongur G7 halda bara rónum á hálínni sko. Staðan lokuð þannig að við getum leift okkur svona segjum hrókir ring, rittari A6 og hér hugmyndin kongur F8 og kongur G7 og í framtíðinni getur rittarinn farið eitthvað af F6 og við getum reynt að leika F5 á hvernig tímapunkti. Dróning B3 hótar á B7 og reynir að þvinga fram B6 veikingu en við leikum dróning C8 völdum. Já, þess ekki dróning B3, dróning C8, H4 þetta svona bara eitthvað framhald sem við með. Þetta D7, G3 biskupin hugsanlega leið á G2 eins og ég sagði, biskup H6 skiptum upp, kongur F8 kongur G7 næst, biskup H3 lungkrókun og A5 hérna annar valkostur rittari C5 tefnilega eitthvað með svona og þetta svona fighting position eins og maður segir og í þessar stöðu myndum við þetta laga hrókin fara á H8 og E8 kannski en mainline A5 dróning C2, dróning D8 kongur B1, rittari C5 og hér hugmyndin dróning E7 hrókur H, E8 og síðan getur svartur reynt að búa til hugsanlega mótspil á drottningaveng og það ekkert svo auðvelt fyrir hvítanleika F4 það dróningin á E7 það oft þetta bara drepa á F4 og hann veikir sig á E4 til dæmis sko bakka eins H5 hrókur B1 með hugmyndinleika B4 og hérna A5 mainline en þetta D7 kemur líka til greina sínum hvernig getur telst hérna forðast hvítur að skipta upp á svartæta biskunum A5 dróning 1-7 hrókur FC8 og valda á C7 og rittar 1-8 með hugmyndinleika C6 næst og rittarinn á B3 ágetur rosamarga reyti sko og svo getur hrókur C fara á A8 teltist skákin Dansvar Aneskiri 2023 teltist svona Aneskiri með svart en aðalínan hjá okkur við bakka eins A5 stöða B4 A3 biskup H6 nú erum við búin að ná fyrsta skrifun í okkar plani að ná uppskiptum á svartæta biskupnum
Drottning Davíð 2, húkur H8, hrókering, rittari D7, bara svona eðlileg þróun og kóngurinn okkar að fara á F8 og svo þaðan á G7, B4, kóngur F8, já, næstu leikir kóngur G7 og drottning 1-7 og svartur með allt í lagi stöðu hérna sko. Það ekki svo öðvöld fyrir hvítan að leika eins og G3, þá geta hann haft þetta á að gera H4 oft, það er hróka H8 og svo þetta svona bara jafn tafl myndi ég halda. Nú D5, H5, H4, þetta er mainline hjá mér og þá hugmyndin að hvítu vill leika G3, biskup G2 og sannlega biskup H3 í framtíðinni. Rittari BT7, hann að valkostur er A5, G3, biskup G2 eftir A5, rittari C5, áhugaverð barátt á framöndan, drottning 1-2, hugmyndin að valda á E2 og undirbúið biskup H3, og segjum hrókering, biskup H6, teki, drottning D2, það er hrókur H7 aðtilsvöleikur og hér er hugmyndin hjá svörtum að leika kóngur F8 og hrókur G7. Það er bara að sína dæmið framhald, hrókur þetta með B3 undirbýr hrókur AB1 og A3 B4, kóngur F8 og ef hvítilegur F4 þá bara drepið og þetta er með G-pið og kemur þetta í G4 og hann gera H4 og við erum með hættulega mátsó. Ef þetta er með hrók þá eigum við aðgang á E5 reitnum, getum leikir þetta í G4 og E5 reiturinn er mjög góðu fyrir reitarinn okkar. Hrókur B1, hrókur G7, þá er semst hugmyndin oft hér að jafnvel leika rittara í H7 og G5. Það er aldrei mentað sko. A4 upprópunummerki. B4, rittari B3, G5, býr til mótspil. Þetta er mjög skemmtilega stöðu núna. Segjum að drepu A4, það var líklega bara afleikur. Það má náttúrulega ekki líka rittari C3, þá drepu á A3, rittari B2, en svartu fær alltaf mikið tíma núna. Peði skiptir ekki máli. Hvítur er bundið með A3 peði til dæmis og G-línan getur verið opnast. GX H4, hrókur G6 og hér er hugmyndir rittari H5 og rittari F4, stórhættulegt. Þetta er ekki alveg nógu sniðugt. Bakka aðeins. Hrókur AB1, hrókur G7. Já, þannig að þetta er svona þessi helsta hugmynd hér sko. Bakka aðeins. Drottning 1-2. Drottning 1-7. Biskup H3. Já, nú eigum við ekkert svona mjög nýtsamlega leiki fyrir utan biskup H6 sem er svona alltaf strategían í þessu. Og við ætlum bara að leika kóngur F8 og kóngur G7. Hvítur gæti hrókir á báðum vengjum, kannski byrja á stuttrókun. Þá er hrókur H7 aðtilsvert svipað áðan, þá er hugmyndir hrókur G7 og kannski G5. F4, tekið, hrókur drepur, rittari D7. Og örvarnar lýsa bara plönunum mjög vel. Hrókurinn fer á G7, rittarinn á E5 og hrókirum með höndinni eins og sagt er, kóngur F8 og kóngur G7. Og sér henni ekkert sérstakt plan fyrir hvítan í þessu. Svolítið stöðnuð staðan. Mér líst vel á svört stöðuna. Bakka aðeins. Löngkrókun er aðtilsverður möguleiki. Kóngur F8, kóngur B1, kóngur G7. Já, og þetta er svona tvíeggjur staða. Það sem ég segi bara um þetta er að
Við þurfum auðvitað að laga hrókin á H6 og reyna að leika C6 fljótlega í framtíðin og þetta gæti í rauninu bara farið á alla vegu sko. Það er mjög spennandi það og þetta er svona athyglisverð hugmynd í koncepturinn, brýtur þetta aðeins upp, þetta tablet á svona einstaka sinnum, kannski ekki tablet ykkur einust skák, bara svona velvöldum anstæðingum. Já, takk fyrir í dag.